Komið sæl, Birgir Þór heiti ég, þeir horfa á Toyota Motorsport, efni þáttarins í kvöld. Fjórða umferð Íslandsmótsins í torfæru, DFF sporttorfaran sem framfór í Mosfellsbæ. Gísli Gunnar Jónsson leiddi fyrir þessa umferð með 55 stig, Haraldur Pétursson var í öðru sæti með 43 stig, Sigurður Þór Jónsson í þriðja sæti með 32 stig og í götubílaflokki leiddi Gunnar Gunnarsson, hafði 5 stig á forskota Ragnar Róbertsson. Gunnar lenti í vandræðum í síðustu keppni, hafnaði þar í öðru sæti í götubílaflokki. Það er sennilega farin headpakning hjá okkur núna. Úps. Það er ekki gott mál. Það eru bara að vinna úr því sem hægt að vinna úr. Það ætlar ekki á honum að ganga, Haraldur Pétursson sigraði hins vegar í síðustu umferð. Bílinn kominn í lag hjá þér? Já, hann har verið góður lagi núna. Hvað þarf til þess að vera í efsta sæti? Það kemur ljós í dag. Ég ætla að prófa aðeins að breyta til aksturslagi. Sjá hvort ég græði á því. Það kemur bara ljós hvort ég græði að tapa á því. Meðal keppenda var Jón Rúnar Ragnarsson. Jón, hvernig leggst þetta í þig? Svona, svolítið skelfdur eftir að hafa labbað brautirnar. Það eru dálítið skuggalegri heldur en maður svona sér í sjónvarpi. En við látum okkur hafa þetta. Það leggst bara vel í mig. Þú hefur verið að prófa aðeins hérna í morgun? Já, bara gengi ágætlega. Ég ætlaði að pröfa nítróið og menn fundi út af því að það virkaði ekki og var upp í fótur og fitt en það var bara sá gamli sem glemdi að stíga í botn. Það var ekkert að. Það er langt síðan þú hefur stigið í botn? Já, virðist vera, já. Ég hef ekki keyrt svo lengi. Þetta verður rosalega gaman. Keppnin fór fram í Gryfjum í Mosfellsbæ, Gryfjum sem keppt var í fyrra líka. Þetta er svolítið snúið efni, stundum er flug hátt í þessum Gryfjum og stundum er mikið grip, fyrstur í fyrstu braut, Daníel Ingimundarson. Og snertir þarna dekk á 20 stigum með sem að virkar núna og ekkert af vanbúnaði til þess að ná árangri, hefur farið mikið fram, skorar hér 70 stig, 90 fyrir lengdin mínus 20 stig, þá er það Rafn Arnar Guðjónsson með endurbætt fjörunarkerfi. Brýtur hins vegar hægri öxul að framann þegar hér er komið, fær 80 stig fyrir brautina, 120 stig fyrir lengdina, þá er það Jón Rúnar Ragnarsson, snertir þarna dekk á mínus 20 stigum. Þetta er keppnið þar sem að hvert einasta dekk telur og það telur líka að vera ákveðinn og Jón sest hér ákveðinn, nei, hann nær nú að bakka sig út úr þessu og reynir aftur en ekki nógu ákveðinn og fær ekki nema 80 stig. Það eru 100 refsistig, 40 fyrir að bakka og 3 sinnum snertan á 20 stigum. Bjarki Reynisson. Vel gert hjá Bjarka. Keppir í götubílaflokki. Er á sínum fyrsta ári. En lendir hér út úr 230 stig fyrir lengdin og 90 í refsingu. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Reynir að ná þessari beygju með því að snúa bílnum á gjöfinni. Sleppur hér við dekkin. Vel gert hjá Gísla, en lendir síðan í smá basli hérna að ná þessari vinstri beygju og stefnir út úr braut, tekur enga áhættu, hangir inn í braut með því að bakka aftur og má bakka bíllengdina og upp á fer hann en 70 refsistig. Hefur einhvers staðar farið yfir dekk á 50 stigum og síðan snert annað á 20 stigum. Þá er það Haraldur Pétursson. Er óheppinn hérna, rekur framhjólið upp í klettin þarna og verður að bakka og þá tapast 40 stig. Og snertir aftur, búinn að tapa 60 stigum. Og sest hér á kviðinn, reynir að bakka og sjáu þið viðbröðin hjá honum, hann tapar 80 stigum. Ég ætla að vanda mig svo ægilega mikið þannig í byrjun og bara keyrði ekki nógu ákveðið sko, ætlaði ekki að taka neitt dekka því þetta myndi nú snúast um 1 og 1 dekk. Þá er það Sigurður Þór Jónsson, snillingur í að snúa bílnum með gjöfinni. Sá ekki alveg hvort hann fór á hvítadekki þarna en snertir síðan rauða. Og þó, nei, hann snertir það ekki held ég. Og sjáu þið hvernig hann snýr bílnum hérna, glæsilega gert hjá honum, tapar bara 65 stigum, skora 235 stig, Ragnar Róbertsson. Ákaflega nettur ökumaður.
rétt snerti þarna rauðadekkið. Fyrir snertinguna tapast 20 stig og kemur vel í gegnum endaliði, tapar aðeins 50 stigum og fær 250 stig. Þá er það Gunnar Gunnarsson. Ragnar Róbertsson og Gunnar Gunnarsson berjast í götubílaflokki en hér lendir Gunnar langt upp fyrir hvítadekki með vinstra framhjól og tapar þar allavega 50 stigum og svo 20 stigum í viðbót. Já, 115 stig töpuð, 185 stig. Björn Ingi Ragnarsson. Eftir að Haraldur settist á kviðinn, það var nú ljóst að þetta var nú ekki alveg svo galið hjá Jóni Ragnars. Allavega ekki eins galið. Og svo þegar Björn Ingi settist þar líka og aftur, þá var þetta nú allt í lagi, 140 stig. Ragnar Róbertsson leiddi eftir fyrstu braut með 250 stig, Sigurður Þór Jónsson í öðru sæti 235 og Gísli Gunnar Jónsson 5 stigum þar á eftir. Jón Rúnar Ragnarsson í 9. sæti en Haraldur Pétursson í 7. sæti og það vekur athygli. Haraldur Pétursson og Gísli Gunnar Jónsson hafa barist titla í þessari grein í mörg ár. Jón Rúnar Ragnarsson fer fyrstur af stað í aðra braut og hér er hann að koma að hliði sem að gefur 100 stigin. Þetta er þriðjungur brautar hér og nær að klóra sig hérna upp á velgert hjá honum og ekkert gefið eftir, ekkert hræddur að fara aftur fyrir sig og þá bakkar hann en verður þá að bakka meir en bíllengt og er flaggaður út, fær aðeins 120 stig fyrir brautina. Það er rauða flaggið og taki eftir hægra framhjólinu hvernig það klórar hér í blauta efnið og það hjálpar hann til að taka þessa beygju. Ég bara veit ekki, þetta bara gerðist en ég er náttúrulega á klaufi að fatta ekki að ég átti bara að fara að hringa og koma tilbaka. Fatta ekki með því baka. Er þetta gaman? Já, rosalegt kikk maður, þetta er alveg geðveikt. Og þá er það Bjarki, það er hægra framhjóli sem þarf hann á gripi til þess að taka þessa beygju og það gerist ekki hjá Bjarka og hann fær aðeins 70 stig. Komið 210 alls, Gísli Gunnar Jónsson. Og eins og hjá Bjarka, þá nær hann ekki gripið þarna á hægra framhjóli til þess að ná beyjunni og hvað? Bakkar og upp á ferran. Þetta var vel gert, greinilega vel gert hjá Jóni Ragnarsinni að komast þarna upp í fyrstu tilraun. Og þá er það síðasta hliðið eftir. Gísli svona alveg á mörkum þess að vera inn í braut og reynar er aðeins annað afturhjólið inn í braut og hann gerir sig grein fyrir því og bakkar því, tapar 40 stigum til þess að hanga inn í brautinni. Annars hefði hann flaggaður út hér á 230 stigum og hann fær 300 fyrir lengt en 150 refsistig. Aðeins 380 stig af 600 mögulegum, Haraldur Pétursson og hann nær ekki neinu gripi hérna. Og sjá hvert að hann kemst upp eins og Gísli. Nei, 80 stig fyrir lengt og 40 í refsingu fyrir að bakka, aðeins 40 stig. Og Sigurður tekur á sig 50 stiga refsingu þarna strax og kemst ekki upp á og fær aðeins 30 stig fyrir þessa braut. Þá er það Ragnar Róbertsson. Er ekki mikið fyrir það að taka á sig refsingar og lítur svo á að þetta sé vonlaust. Hann fær 70 stig, vel gert hjá honum, Gunnar Gunnarsson. Nánast komin út úr braut þarna, bakkar strax bara og það dugar og nær síðan beyjunni, nett hjá honum. Og afturhjólið hangir inn í braut, þannig að hann fer alla leið 300 stig og 190 stig og kemst dermið upp í annað sætið. Og Björn Ingi Jóhannsson lendir hér í vandræðum en fær 80 stig, komið 220 stig. Daniel Ingimundarson upp á ferran en tapar 50 stigum þarna á kantinum og önnur 50 voru farin á undan og svo þegar hann kemur hér fram á þá bilar hjá honum stýrið. 170 fyrir lengd og 150 refsistig, hann fær hans 20 stig fyrir brautina. Rafn Arnar. Nei, 50 refsistig, skora 20 stig hérna og staðan þá þannig að Gísli Gunnar Jónsson er kominn á sinn stað í fyrsta sæti, 380 stig. Gunnar Gunnarsson kominn upp í annað sæti, 25 stigum frá Gísla og Ragnar Róbertsson í þriðja. Sigurður Þór Jónsson niður í fjórða sætið og Jón Ragnarsson færi svo 9. og upp í 7. Þá er það þriðja braut, Gísli Gunnar Jónsson fer fyrstur. Kemur erfitt lið hér sem
sem er erfitt að hitta inn í aðeins að fá refsingu. Gísli reynir að setja framhjólið þarna yfir hvítadekkið, virtist gera það og miðað við það þá hefði hann átt að fá 20 stig í refsingu, en dómararnir voru á því að hann hefði fengið merkingu brautarinnar undir miðjan bíl og þá tapar hann 50 stigum. Síðan tekur við hliðarhalli, svolítið bratt en mikið grip í efninu á þessum laugardegi og upp á fer hann. Tapar 80 stigum, skora 220 stig, Sigurður Þór Jónsson. Og Sigurður á 230 stigum hér upp, besti árangur í brautinni til þessa. Þá er það Ragnar Róbertsson. Sigurður var í 4., Ragnar Róbertsson var í 3. fyrir þessa braut. Gísli fekk 220, Ragnar Róbertsson fær 225. Þá er það Gunnar Gunnarsson, var 25 stigum á eftir Gísla fyrir brautina. En snerti þarna dekk og hann er að fara þetta á sömu tölu og Gísli 200 stig, 575 stig, en þá munar 25 stigum. Þá er það Jón Ragnarsson aðeins að hressast, búinn að læra helling á fyrstu 2 þrautunum. Og upp á fjaran, en 115 refsistig, skora 185 stig. Gísli Gunnar Jónsson leiðir en 25 stigum á undan Gunnari Gunnarsinni, Ragnar Róbertsson í 3. og Sigurður Þór Jónsson í 4. sæti. Björn Ingi Jóhannsson í 5., Jón Rúnar Ragnarsson í 7. og Bjarki niður sæti, niður fyrir Jón og Haraldur Pétursson aðeins í 8. sæti. Akstursjörðamenn úr go-karti og rally voru mættir til þess aðstofa við þessa keppni og auk þess hafa aðstofað akstursjörðamenn box-íþróttamenn úr Box Athletic Gym sem er í Hafnarfirði og Keflavík, en hér er komið Sigurður Þór Jónsson. Þetta er 4. braut. Upp í hliðarhalla hérna. Og nær ekki að krækja hérna upp fyrir dekki og tapar hérna 50 stigum sennilega. Og upp á feran. Nei, hann hefur tapað 20 stigum. Sýndist það nú vera þarna með þetta hvítadekk sem að Ragnar fer hér vel upp fyrir undir miðjum bíl. Og Ragnar upp á, nei, vantaði hér örlítinn hraða, örlítið afl og hann fær aðeins 240 stig. Gunnar fer aðeins hærra heldur en Sigurður Þór Jónsson og aðeins 20 stig í refsingu þarna, en tapar síðan fleiri stigum í endarliði. Þá er það Björn Ingi Jóhannsson, við förum hratt yfir sögu hér. Og örlítil stefnubreiting sem var þarna óvart gerir það verkum að hann kemst ekki upp, skora aðeins 240 stig og Jón Ragnarsson fer niður fyrir með afturhjólið, niður fyrir hvítadekki og þar tapast 50 stig, en upp á feran og fær 200 stig samtals. Bjarki Reynisson lenti í vandræðum hér, slanga sem að tengist vakúmi á vélinni inn á gírkassan fóru sambandi og engin átök voru í gangi þarna á. Skoraði aðeins 40 stig, þá er Gísli Gunnar Jónsson, fór vel upp fyrir í hliðarhallanum og upp á feran aðeins 30 refsistig og hann heldur forustunni og á eikurana er komið með 60 stiga forskot á Gunnar Gunnarsson. Ragnar Róbertsson í 3. sæti og Sigurður Þór Jónsson sækir að Ragnari. Það munar aðeins 20 stigum á þeim. Björn Ingi sem fyrr í 5. Þá er það 5. braut og þar fer Gunnar Gunnarsson og taki eftir því að annað framhjólið virðist ekki snúast eins og að hinn. Og það kom í ljós að það var brotið hjá honum framdrif og hér sprotnar síðan millikassin og hann fær aðeins 70 stig. Dýrt í slagnum í þessari keppni. Björn Ingi. Vel gert hjá honum. En er að snerta dekkin. Og upp á ferran en 80 refsistig, skora 220 stig, 885. Það var Daniel Ingimundarsson. Braut sem að reynir á hæfni ökumanna og hann snerti nú hér báðum megin í þessu liði. Og þá eru 40 stig töpuð. Og sjáðu hvernig hann lokaði hjálminum. 200 stig fær hann. Tapaði 100 stigum, þá er það Rafn Arnar. Og hann tapar hér strax 50 stigum. Og nú voru að sjá hvort hann kemst upp hér erfiðasta hjallan. Já, en 100 refsistig, þá er það Jón Ragnarsson. Og ekki settist hann á kviðinn hér, vel gert hjá honum. Og sem fyrr ákveðin en örlítið og setna á gjöfuna og settist á kviðinn, fær 220 stig. Bjarki.
og andaði örlítinn hraða, fær 180 stig fyrir þessa braut. Þá Gísli Gunnar Jónsson vandar sig vel alltaf, reynir að passa það að keyra ekki yfir dekkin, en snerti hér dekk báðum megin í endaliðinu og tapaði það 20 stigum. Það er 280 stig. Þá Haraldur búinn að snerta hér einu sinni á mínus 20 stigum. Og hér er nú Haraldur heppinn að fá aðeins 40 refsistig. Hann er nú kannski frekar átt að vera á 60 stigum í mínus, þar sem hann snerti bæði dekkin hér hægra megin í endamarkinu, og Sigurður fer þetta geysilega vel, snerti bara einu sinni og það er ástæða til þess að fagna. 280 stig. Þá er það Ragnar Róbertsson. Var búinn að snerta eitt dekk og fer hér yfir á 50 refsistigum, sem var nú kannski vel sloppið, en hann er í 3. sæti. Sigurður Þór Jónsson kominn upp í 2. sæti. Gísli Gunnar Jónsson leiðir með 1150 stig. Í þessu riki er erfitt að átta sig á því fullkomlega hvort að menn eru á 50 stigum í refsingu eða 20. Dómarar eru 4 og hafa því ýmis sjónarhorn og gera örugglega sitt besta. Daniel í 7. braut og það skortir ekki afli hjá honum. Uppfer hann, snertir í endaliði, fær 290 stig. Rafnar Arnar Guðjónsson. Já, geysilegt grip, 300 stig. Það var ekki svona mikið grip í þessari sömu brekku í fyrra. Nú voru að sjá hvort að Jón Ragnarsson fer hérna upp. Já. Það er stóra gjöfin ekki spöruð. 290 stig, Bjarki. Og upp á fer hann, en tapar 65 stigum, 235, og þá er það Gísli Gunnar Jónsson með örugga forystu hér í þessari keppni þegar aðeins 2 brautir eru eftir. Ekkert hefur gengið hjá Haraldi Pétursinni, það gekk ekkert til að byrja með, og Gísli fer hér upp á 300 stigum, komið 1450 stig, og Haraldur Pétursson, sem þó hefur verið að klóra sig upp stigan hægt og bítandi, fær 300 stig með 1130 stig. Þá er það Sigurður Þór Jónsson. Refsilaus, en missir bílinn hér augnablik og dómarar dæmdu hann hér út úr braut. Sigurður kærði þann úrskurð og dómnefnd komst að því að hann var inn í braut, alltaf í átæki, en fer hér yfir í endaliðin og tapar 25 stig, skora 275, er með 1320 stig. Þá er það Ragnar Róbertsson. Ragnar og Sigurður í slag 2. sætið eftir að Gunnar mista af lestinni í 5. braut með brotið millikassa og brotið framdrif, og hann fer hér upp á með 1325 stig. Næstur átt að koma Gunnar Gunnarsson og hann hafði mínútu frá því að brautin varð klár. Brynjar Hlíðberg, kartökumaður, gefur Birni Inga merkjum að koma í rásliðið og kemur þá Gunnar Gunnarsson, en mínútan var liðin og hann var því að fara aftur fyrir, og þá á hann aðeins möguleika 240 stigum, og Björn Ingi virðist í vandræðum í stýrið, þarf að taka á því greinlega og getur greinlega ekki stýrt bílum, skora aðeins 150 stigum með 1035. Þá er það Gunnar Gunnarsson eingöngu á afturdrifinu. Það hefur nú sýnt sig að afturdrifið er ekki mikils virði í torfærinu eins og sjáum á. Hann haggast varla hérna upp á brekkuna, fær 100 stig, og Gísli Gunnar Jónsson leiðir. Ragnar Róbertsson kom upp fyrir Sigurður Þór Jónsson með 1325 stig. Sigurður Þór Jónsson 5 stigum þar á eftir, hörkuslagur, og Haraldur Pétursson kom upp í 4. sætið, Jón Rúnar Ragnarsson í 5. Í þessa keppni mættu einnig með sín trillitæki RC Mosó. Það er félag bílaeigenda sem að aka svona litlum fjarstýrðum bílum, voru sína getu sína sem að var all mikil. Þeir eru að reyna hér við brekku sem að við vorum að horfa á. RC Mosó mun opna aðstöðu fyrir þessa íþrótt í Mosfellsbæ í ágústmánuð, og verður fróðlegt að sjá hvernig keppnishald verður í þessari skemmtilegu smábíla akstursgrein. Jón Rúnar Ragnarsson fer fyrstur í tímabrautina, 7. braut, næst síðasta braut, og hann nú greinilega ekkert að flýta sér hérna, ekki alveg kannski viss allt aflið sem hann er með í bílnum og hversu fjörun er góð í erninum.
Já, sest ekkert á kviðinn. Og hann nú kannski að venjast bílnum. Aðeins að hleypa hestunum lausum. Besti tími gefur 300 stig, annar besti 270 og Jón fer hana á 47.03 og snerti 2 brautarmerkingar. Næstur Gísli Gunnar Jónsson með þetta í hendi sér. Og hann farin að stað og þetta keppni við klukkuna en hér fer hann vittlausa leið. Átt að fara hann til hægri og fer ekki nema 10% brautar sem þýðir það að hann fær 10% þeirra stiga sem að sá fær sem lakasta tímanum nær. Og þetta þýða kannski 20 til 25 stig. Og Gísli sýnir hér viðbrögð þegar hann áttar sig á þessu. Bæði Gísli og Haraldur að sýna hér viðbrögð sem við höfum ekki oft séð áður. Haraldur Pétursson næstur var komin upp í 4. sætið eftir slakt gengi í fyrstu 2 brautunum. Og hér gal opnast keppnin. Og þetta ræðst ekki fyrir í síðustu braut. Það nokkuð ljóst. Og tími Haraldar 36,6 og 10 stig í refsingu. Þá það Sigurður Þór Jónsson. Þetta baráttan við klukkuna. Hann þarf á betri tíma að halda heldur en Haraldur helst og betri tíma en Ragnar. Þeir eru í slag, Ragnar Róbertsson og Sigurður Þór Jónsson. Ekki lengur annað sætið heldur 1. sætið og þarna tapaði nú Sigurður Þór Jónsson 1 til 2 sekúndum, 39,62. Haraldur var á 36,60. Þá það Ragnar Róbertsson. Helst vill hann komast á betri tíma en Haraldur, þá breikkar bilið á milli hans og Sigurðar Þórs Jónssonar sem var með lakari tíma heldur en Haraldur. Og hann nær betri tíma en Sigurður en þó lakari tíma heldur en Haraldur. Og þá það Gunnar Gunnarsson að rembast við að reyna að halda öðru sætinu í götubílaflokki. Fari svo hann lendi í öðru sæti í götubílaflokki þá verða þeir jafnir, hann og Ragnar Róbertsson í slagnum Íslandsmeistaratitilinn í þeim flokki. 45-21, mínus 30 stig fyrir að snerta brautarmerkingar og þá það Rafn Arnar sem í hörkuslag við Gunnar Gunnarsson sem annarsæti í götubílaflokki. Og hann nær hér betri tíma en Gunnar og þetta eru stigin. Haraldur Pétursson besta tíma, fær 290 stig, Ragnar Róbertsson fær 270 stig, Sigurður Þór Jónsson 240 stig, Rafn Arnar Guðjónsson með betri tíma og 220 stig í slagnum í götubílaflokki. Og staðan að lokinni þessari braut, Ragnar Róbertsson leiðir með 35 stiga forskot á Sigurður Þór Jónsson. Gísli Gunnar Jónsson dottinn í 3. sæti og Haraldur Pétursson aðeins 51 stigi á eftir Gísla. Þetta stefnir í hörkuslag. Gunnar Gunnarsson dottinn niður fyrir Rafn Arnar Guðjónsson. Það munar aðeins 10 stigum og Gísli Gunnar Jónsson fer fyrstur í síðustu brautina og reynir að hanga ofarlega, hann tapar strax 50 stigum. Mikill hliðarhalli sem hann að reyna að klóra sig hér uppi. Þess að vera fyrir ofan hvítadekki, vill helst fá það þannig að afturhjólið fari yfir hvítadekkið. En hann nær því ekki, hann búinn að tapa sýnist mér heilum 100 stigum nú þegar. Kannski þó ekki nema 70 og síðan virðist eitthvað gefa sig í bílnum hér. Já, hann tapar 70 stigum og hann fær ekki nema 100 stig fyrir brautina. Haraldur Pétursson var 51 stig á eftir og hann fer hér upp á og í gegnum endanliðið 165 stig og það nóg til þess að komast upp fyrir Gísla Gunnar Jónsson. Þá það Sigurður Þór Jónsson í slag við Ragnar Róbertsson, 165 stig skorar hann. Það munaði á þeim 35 stigum og Ragnar Róbertsson fer ekki hér upp á en skora 135 og þeir enda hér á 1725 stigum báðir tveir. Og Gunnar Gunnarsson á nú ekki mikla möguleika á því að komast aftur upp fyrir Rafn Arnar. Hann fær aðeins 60 stig hérna. Daniel Ingimundarson gerði sér vonu það að komast einnig upp fyrir Gunnar Gunnarsson en tókst ekki, 1180 stig og Rafn Arnar 80 stig og hann verður fyrir ofan Gunnar Gunnarsson, hreppir annað sæti en þá það Jón Rúnar Ragnarsson. Búið að sýna það að þetta sé hægt. Og við mikinn fögnuð fjölmargra áhorfenda
þá fer hann hér svona hálfgert heljarstökk og hlaut fyrir tilþrifa verðlaun. Brautin hafði breyst aðeins á milli þess sem hann hafði skoðað og síðan þegar hann fór í hana og Ragnar Róbertsson lendir í fyrsta sæti með 1725 stig, Sigurður Þór Jónsson verður annar með 1725 og Gísli Gunnar Jónsson leiðir sem fyrr hefur 10 stiga forskot að Harald Pétursson sem komst upp í 3. sætið. Ragnar Róbertsson er komin upp í 3. sætið með 48 stig og Sigurður Þór Jónsson með 47 stig og Ragnar Róbertsson tekur forystuna í götubílaflokki með 70 stig. Gunnar Gunnarsson er þar í öðru sæti með 67 og 3. sætið berjast þeir Rafn Arnar Guðjónsson og Daniel Ingimundarson. Þá fer að skoða hvorum gekk betur í fyrstu braut og það var Ragnar Róbertsson. Ragnar Róbertsson sem er sigurvegari hér í dag. Ég sé bara hvað þetta er erfitt og krefjandi sport. Mjög erfitt að krefja þetta. Þetta eru snillingar sem verða að keyra á toppnum. Svo í 8. braut, þá ætlaðu þér upp. Já, ég er ekkert að fara í þetta á næstunni þannig að ég var náttúrulega. Ég hefði nagað mig handabökin endalaust ef ég ekki reynt. Þú varst alveg með þetta í hendi þér? Já, þetta er bara mannleg mistök. Þetta er náttúrulega á ekki geta skeið en getur skeið. Það gengur örugglega mikið betur næst. Þá allavega fer ég ekki út úr hliði. Það er alveg á hreinu. Sigurður, tæpara gat það ekki verið? Nei, enda er það alveg rétt, enda var ég búinn að ákveða það. Ef ég fengi ekki fyrst eða annað sæti þá er öll spenna að fara úr þessu en það er enda maður fyrir ofan mig sem ég átti ekki von á vegna þess að þessi maður er búinn að slást við, þeir eru báðir fyrir aftan. Ég var svo spenntur þegar það var að lesa upp sko að við hefðum verið jafnlega stigum og unnið í jafnmörgum brautum að það sem að skar úr ég er búinn að gleyma hvað það var. Talsvert settu menn út á dómgæsluna en menn gera alltaf sitt besta. Það á náttúrulega ekki að vera pikki í svo dómar, ég held að sé ekki það auðvelt að fá menn í þetta. Að við mögum ekkert fæla þau burtu. Við erum bara að taka þeir eru dómar, það er í fótboltaleiknum eru miklu meiri mistökum, þau bara gilda. Og ég held þeir séu nefnilega að gera sitt besta og hvað getum við beðið um meira en það? Fjórða umferð Íslandsmótsins í karti fer fram á laugardaginn kemur laugardagskvöldi klukkan 20 á brautinni í Reykjanesbæ. Á þriðjudögum er hins vegar krakkadagur. Við ætlum að fara þangað á morgun og vera á milli 4 og 6 og reyna að finna hinn nýja Schumacher Íslands sem verður örugglega til á þessari braut. Sjáumst eftir að viku liðinni. Bless, bless. Motorsport er í boði. Gríptu á Glóðvolga. Nesti fyrir alls konar fólk. 16 sína íþróttablað alla mánudaga. DFF Sport.